Í þessu myndbandi ætlum við að skoða hvernig við getum aðeins afmarkað gögnin okkar þegar við erum í Excel. Þetta er mjög þægilega ferð og tekur enga stund að læra þetta. Nú er ég hérna með stóra gagnaskrá. Það eru margir dálkar. Þið sjáum að ég fer hérna alveg út að enda. Þá fer ég alveg í dálk AU. Þetta eru 47 dálkar hérna sem ég er með. Þetta er mjög stór tafla. Líka ef ég fer hérna allavega niður, sjáðu ég fer hérna niður í rúmlega 17.000. Þannig að þetta er mjög stór tafla sem ég er að vinna með. Og mig langar kannski að fá einhverja afmarkaðar upplýsingar úr þessari töflu. Til dæmis ef ég vil bara velja leikmenn eins liðs. Því þessi tafla fjallar fótboltamenn í FIFA 21 tölvuleiknum. En ef ég vil bara hafa leikmenn úr einu liði, þá er einfaldasta leiðin til að gera það þessi að við byrjum að velja alla gagnatöfluna. Við notum ekki músina, þetta er svo stór tafla, við værum svo lengi að því. Þannig að frekar notum við lyklaborðið, við byrjum bara í fyrsta reitnum hérna A1. Við höldum niður í Ctrl og Shift eða slaufu og Shift eða erum við Makka og notum örvalyklana. Einu sinni niður og einu sinni til hliðar og þá erum við búin að velja alla töfluna. Nú, svo þegar við ætlum að fara að setja síu á þetta til þess að geta bara skoða ákveðnar upplýsingar. Þá förum við inn í Sort and Filter og setjum á Filter. Og þá er líka gott að vita, ég er komin hérna aftur fyrst í hornið, að koma hérna þessar pílur. Það lítur ekki alveg eins út í Macum og Windows-vélum, þetta er Windows-vél, en þið fáið allavega svona pílu eða eitthvað svona álíka og það þýðir að fyrir hverja svona breytu sem er hérna eru komnir einhverjir svona valkostir. Og til dæmis segjum að hér er lið og segjum bara ég vilji bara sjá, tökum bara Arsenal sem dæmi og tekið hakið úr hérna Select All, það er engin valinn í raun og veru og síðan finn ég Arsenal, það er eiginlega einfaldast að gera bara Arsenal hérna og gerum bara OK og þá standa hérna eftir eingöngu þeir leikmenn sem eru skráðir hjá Arsenal. Og ef ég vil síðan vinna eitthvað frekar með þessa leikmenn og hafa ekki hina með, þá er eiginlega einfaldast að bara velja allt sem er núna, gera copy, búa til nýtt blað og líma það inn þar. Það er svona einfaldasta leiðin. Annað sem ég líka bendi ykkur á, þess að því að hér erum við hérna með gríðarlega stóra gagnaskrá. Við erum að taka filterinn af meðan ég gera þetta. Maður getur alltaf tekið hann af með því að sé clear filter. Og við sjáum það að það sé eitthvað síja í gangi með því að sjá hérna, ef við skoðum línunúmerinn, að hér eru vantar greinilega línur inni og við sjáum líka að númerin eru blá. Það gefur okkur til kynna, það er verið að fela einhverja línur, af því þær passa ekki inn í síuna. Þannig ég tek síuna af, bara clear filter og þá sjáum við að þetta verður aftur svona grátt og öll númerin eru til staðar. En svo vil ég líka kannski geta séð bæði hvaða leikmenn ég er að vinna með og líka geta séð titlana hérna fyrir ofan. Og það sem að ég geri þá til að sýna það er að ég set vel reitin sem að er upp við þessa reitin sem ég vil festa. Ég fer hérna í View, útlit held ég að sé á íslensku og veljið hérna Freeze Panes. Með frysta glugga. Þannig til dæmis hérna fer ég í reitin hérna á eftir nafninu og undir
titlunum, fyrir inn í Freeze Panes og vel Freeze Panes. Og þá breytist þetta aðeins útlitið, það kemur svona aðeins dekkri lína og það sem gerist er að ef ég skrolla núna niður, þá helst þessi lína hérna efst. Sama líka ef ég skruna til hægri, þá eru nöfn leikmanna alltaf hérna til staðar. Þannig að endilega, ef við erum að vinna með stóra skrá, veljið Freeze Panes og þá getið þið náð betri yfirsýn yfir gögnin ykkar.